Númer 5, Gunnar Arason. Númer 10, Jóhann Leifsson. Númer 23, Hafþór Sigurðarson. Númer 28, Unnar Jónasson. Númer 4, Dagur Jónasson. Númer 17, Halldór Skúlason. Númer 6, Heiðar Jóhansson. Númer 19, Andri Mikaelsson. Númer 27, Marek Vilbostok. Númer 3, Bergþór Ágústsson. Númer 18, Ormur Jónsson. Númer 20, Atli Sveinsson. Númer 9, Ólafur Björgvinsson. Númer 96, Matthías Stefánsson. Númer 22, Daniel Bræjan. Númer 24, Björn Jakobsson. Númer 11, Pétur Sigurðsson. Númer 33, Ágúst Ágústsson. Númer 44, Andri Sverrisson. Og aðalþjálfari Sjaldan Ísberg. Dómari leiksins Guðni Helgason og honum til aðstoðar Búi Ólafsson og Sæmundur Þór Leifsson. Góða skemmtun!
SFH boðnir velkomnir í hockeyfjölskylduna á Íslandi. Númer 17, Edgar Potenko, númer 29, Tyler Swallow, númer 44 og Jersey Gus, númer 18 í liði Hafnfirðinga. Þarna var bara hörkufæri, Gunnar með flott skot, pressa vel hérna, herru, Haffi eitthvað middur hérna, eitthvað að kvenka sér. Það er darraðdans fyrir framan mark SA. Tyler fristir. Þetta byrjar með látum. Já. Eins og hockey á að vera. Liðsstjóri SA fór að sækja skóflu, dómarinn er alltaf eitthvað að það er eitthvað að laga hér ísinn, einhver ójafn eða eitthvað slíkt. Þá getur leikurinn byrjað aftur. SA vinnur uppkastið. Dagur kemur honum hérna á Halldór. Það er ekki að senda Heiðar. Ævar var hann að reyna að finna Heiðar. Gekk ekki.
Frábær sending. Új, þetta var tækt. Ævar hérna í hörkufæri, óöfnir skora ekki. Það kemur Halldór fram. Dömpar hann millinn, reynir að finna Marek. Ævar kemur hann út úr svæðinu. Dóri kemur hann á Marek. Vel varið. Matti með gott skot. Sem að Radek tekur. Atli með hann, reynir að finna Matta, gengur ekki. SFH komur hann út úr svæðinu. Þarna Bergþór Bjarmi næsti, búinn að 10 fyrir Björn Róbert. Björn spilir hérna í SFH með skot. Tyler með þetta. SFH vinnur uppkastið, missa hann út úr svæðinu. Það var spurning með rangstöðu, svo segir dómarinn þessi ekki. Sæmi var búinn að veifa það af. Ævar hann með skot sem að SA varðist vel. Fyrstu 30 sekúndurnar voru ansi hressandi, það var aðeins róast yfir leiknum eftir þarna stoppið hjá dómarunum. Menn eru svona aðeins að finna taktinn. SFH vinnur uppkastið. Komum þetta niður. SA verjast vel. Haffi á Jóa. Og dömpar hann fram. Unnar nær honum. Gerir vel, kemur honum upp á Orra. Þarna var einhver smá misskilningur. Rangstaða í markmannskrísunni. Var það ekki það sem að Gunni var að benda hana? Jú, ef ekki að segja það bara. SA gerir vel, vinnur uppkastið. Heiðar kemur hann á Marek. Hvað gerir Marek? Fer hérna fyrir aftan markið. Finnur Halldór. Halldór með skot. Radek alveg með þetta. SA menn eitthvað að fara yfir hvað það er alltaf að gera. Þeir unnu uppkastið en SFH komast hérna hratt upp, gera vel. Þetta var nú bara ekki galin tilraun. SFH vinna uppkastið.
Gunnlaugur hann með skot sem að Matti fekk í sig. Ormur reynir að finna Matta, gengur ekki. Það ekki rangstæða. Bergþór Bjarmi með hann. Náði ekki að finna Orm. Ævar reyndi að finna Heiðar fyrir fram að markið. Gekk ekki. Matti kemur út úr svæðinu. Sniltilega gert og finnur Ólabata. Gunnlaugur vann hérna á honum pökkinn. Ormur að róta niður. Finnur Ágúst Mána. Kristján Leifur ekki komast upp. Með skot sem Pétur hérna með gott skot sem að Radek varði. Daniel Ryan líka með gott skot. Það er smá sóknarþungi núna. Daniel Ryan vildi fann laust pökkur. Já, það er mark! Glæsilega gert hjá Pétri. Þetta var flott sókn hjá þessa. Mikilvægt hjá þessa að halda þrýstingnum alveg við markmanninn. Heldur betur og Pétur yfirvegaður fyrir fram að markið. Fyrsta mark leiksins komið. Þessa vinnur uppkastið. Jói með hann hérna. Gengur ekki að finna samherja. Smá barningur hérna fyrir ramman. Góð pressa hérna hjá SFA, gerir vel. Björn er að finna samherja, gengur ekki. Þau eru að fara út á svæðin, annars hefur rangstæða. Þeir róa þetta niður, byrja upp á nýtt. Aftur barningur upp við ramman. Heiðar fann ekki Halldór. Dagur finnur hérna Heiðar. Heiðar aftur á Dag. Dagur með skot. Marek heldur pressuna áfram. Reynir að finna samherja. Finnur Halldór hérna på bláu. Hann dömpar honum aftur niður. Þar er enginn. Andri Mikk var hann á sveimi. Býðum við. Þetta mátti litlu muna. Vant aðeins kraftinn undir skotið hjá Halldóri. Flott pressa núna hjá þessa. Dagur með Kilvan í sundur. Kilvan í sundur. Spurning hvort það verði Black Friday tilboð hjá Bjössa í hockeybólunni. Fá 9 kilvi þar. Það er icing. Essa vinnur uppkastið. Bergur Bjarmi finnur Halldór. Halldór upp á Marek. Býðum við. Það er fyrsti dómurinn. Boarding, eða ekki? Við sjáum þetta smá hérna á vítrunni. En fyrsta markið var Pétur Sigurðsson með Andri Sverrisson og Björn Jakobsson með assist. Það verður gaman að fylgjast núna með powerplayinu hjá SA og samanskapi hvernig SFH gengur að verjast í.
Vel gert hjá SFA að vinna uppkastið. Ná ekki að koma pöknum úr svæðinu. Gunni þarna með skot. Radek gerir vel að verja. Þarna mátt henni litlu munna. Jersey Gus næstu því búinn að komast inn í þessa sendingu frá Tyler. Jói missir hann aðeins frá sér. Heldur pöknum. Finnur hérna Marek. Marek upp á Gunna. Gunni finnur Orra. Flott skot hann hjá Marek. Þurfti bara að hitta á ramman. Vel gert þetta hjá Jóa að finna Gunna. Gunni yfir á Andra. Gunnar á Andra. Andri alveg yfir á Gunna og svo Unnar. Vel gert hjá SFA að verjast þessu og þeir ná að koma pöknum frá. Þarna af Kilvu SA og alveg upp í þakið. Enda svo í stúkunni. Nei, á leikmannabekknum heitir það víst. Já. Það er rétt 59 sekundur eftir af dómi SFA. Þeir vinna uppkastið SFA. Koma pöknum út úr svæðinu, vel gert. Atli kemur með hann hérna. Hann ætlar bara að skauta, leitar að samherja. Þetta tilbaka, setur hann upp á Dag. Dagur á Unnar. Unnar finnur Ólabata. Aftur upp á Unnar. Ólabata að haffa hérna fyrir aftan markið. Aftur Ólabata. Upp á Dag. 18 sekundur eftir á dómnum, hann með skot. SFA gera virkilega vel í að verjast hérna. Það gerir Unnar, hann er hérna laus. Skot rétt framhjá. Og núna er SFA með fullskipað lið. Alex kominn inn á. Haffi gerir vel. Ætlar hann að finna samherja? Já, finnur Unnar. Unnar með skot. Radek hélt honum ekki. Og þeir hinsa. Það er bara skot á mark. Já. Daniel missar. Herðu. Þetta var hörku færi hérna hjá SFA. Hann var opinn þarna Jersey Gus. Hann kannski átti ekki vonaði að fá pökkinn hérna fyrir fram að netið. Pétur að reyna að finna Ágústmanna, gekk ekki. Alex kemur hann hérna. SFA haldur honum í svæðinu, gera vel, koma hann hérna fyrir aftan markið. Það er dómur. Radek skellir sér út af, þeir ætla að bæta við manni. Gera vel hérna að halda pökknum. Þarna var góð sending fyrir en Jersey Gus var bara ekki með killuna sína. Það var eitthvað ósáttur. Sá nú ekki alveg hvað gerðist, en það var eins og að hefði verið vippað killun úr höndunum á hann. Já. Gott skot sem fer inn í hliðanettið. Þetta er vel gert hérna hjá Hafnarfjarðarmönnum að hérna halda þessari pressu. Þá kemur dómurinn. Hver er að fara í boxið? Það er Haffi. Hooking. Eða hvað? Þetta var vitlaust hjá mér áðan. Hann dæmdi interference. Potato sem maður segja. Já. Sjáum hvort þetta verður rétt hjá mér núna. Já. Það verður gaman að fylgjast með SFA og þetta powerplayinu. Þeir vinna uppkastið. Þeir missa pökkinn. Unnar gerir vel. SFA vinna pökkinn, koma hratt hérna fram. Dömpa honum niður. Unnar hreinsar en Björn með skot rétt yfir. En kannski var þetta tölvört yfir, ég veit það ekki.
Essa ná að hreinsa út úr svæðinu. 1,5 eftir af dómi Haffa. Heimamenn í Hafnarfirði stilla upp, ná ekki að komast inn í svæðið hjá Essa. Heiðar reyna að finna samherja, finnur Björn Róbert. Og það neglur hann bara fram. Og Essa nær að fara í skiptingu. Tæp mínúta eftir á dómnum. Þeir gera vel koma hérna upp. Og aftur nær Essa að hreinsa, koma pökknum í burtu. Skautafélag Hafnarfjarðar nær ekki alveg að stilla nógu vel upp. Þetta er svolítið barningur hjá þeim í þessu powerplay. Ómar reyndi þetta að finna Ævar, gekk ekki. Þetta er að fjara út. 10 sekúndur eftir á dómnum. Essa eru oft öflugir í svona penalty killing. Já, heldur betur. Bæði liður þá núna fullskipuð. Það var náttúrulega Danni sem fekk dóminn, ekki Haffi. Við erum með alltaf hreinu hérna í kvöld, Óskar. En þetta var hooking. Já. Tyler fristi bara pökkinn, tók enga sensa þarna. (7:39) eftir af fyrsta leikluta. Essa leiðir 1-0. Endurtaka uppkastið. Áminning á SFA. Essa vinnur uppkastið, ná ekki komin frá. Alex hérna með pökkinn. Þeir reyna að finna samherja, kemur hann upp hérna á bláu. Dömpar hann hérna niður. Björn gerir vel. Kemur hann aftur upp á blá og það er skot. Viðnum við, nær andrónum. Með Marek á vinnuverð. Það var eitthvað ásáttu þarna. Vel gert hérna hjá Marek að vinna pökkinn. Kemur hann á Matti, nei! Pökkur laus fyrir framann. Þarna var smá darradans fyrir framann mark SFH. Radek sallarólegur. Passi smá vatn á bakið. Ekki klapp á bakið, heldur vatn á bakið. Já. Gaman að fylgjast með honum Marek. Það vinnur samur. Gríðarlega vinnur samur. Heiðar reyna að finna samherja. Fann hérna Einar sem reyndi að koma á Ævar en gekk ekki. Bergþór Bjarmi brunar hérna upp. Óli bæti pressar. Gerir vel. Atli kemur í hjálpar honum. Atli vinnur pökkinn. Reynir að finna samherja. Finnur Óla hérna fyrir aftan markið. Óli á Atla. Falleg slaufa. Já, þetta var huggulegt. Atli hefði alveg mátt skora þarna. Hann hefði alveg átt það skilið. Óli duglegur í pressinu og Matti kemur að hjálpar. Það er flautað. Það er uppkast.
SFH vinna uppkastið. Dömpar hann upp. Orri nær honum, kemur honum á Gunna. Gunni aftur á Orra. Orri finnur Unnar. Hvað gerir Unnar? Býðum við, það er rangstæða. Sæmi alveg með þetta á hreinu. Flautaði strax. Þetta var vel gert. Þetta var listilega vel gert og flott varnarleikur hérna hjá Gunna. Pressan hendur áfram. Gott skot hérna hjá Alex sem nei, hann nær honum aftur, býtu. Vel gert hjá Tyler að verja þetta í tvígang. Já, herru, það er einhver smá hiti, herðu. Æjá, Orri segir bara nei takk, þetta er ekki í boði. Nei. Þetta var alveg hvað segir maður? Listmannlega gert. Listilega vel gert. Listilega vel gert hjá hann Jersey að móttaka hann á sendingunni. Já. Og vel gert þannig hjá Tyler að verja vel í tvígang. Já, mér sýndist það í fljótu að hann hafi sleppt honum aftur í leik. Já. Hefði kannski betur átt að halda honum hana. Smá hít í mönnum hérna. Eftir að Tyler hélt vagnum. SFH stilla hérna upp í sókn. Finna ekki Alex. Aftur rólur, finnur hérna Marek. Hvað gerir Marek? Herðu, vá! Hann nýtti sér bara vegginn til þess að fá endurkastið sjálfur. Ég held hann hafi verið að fá sko 2 fyrir 1. Ná sér í stóðsendingu og mark. Já, við sjáum þetta á híturinni hvernig þetta verður skráð. Andri rólegur yfirvegaður, sá Marek eins og elding, skaut framhjá en hann tók bara frákastið og gerði vel. Virkilega vel. Kláraði þetta. Ég ætla að gefa honum bara stóðsendingu og mark. 2 stig hérna fyrir þetta mark. Hann kemur Essa hér í 2-0 þegar 5-0-2 er eftir af fyrsta leikluta. Essa gengur ekki alveg vel að heilsa svæðið. Býðum við. High sticking. Óli Batti næstu búinn á skóflunum hérna á Atla. Bergþór Bjarmi dömpar hannum fram. Góð pressa hann hjá Ormi. Reyndi svo að finna samherja, gekk ekki. Ómar Söndursson gerir hérna vel. Með 3 í sér og var að reyna að finna samherja, gekk ekki. Hann vissi það strax þarna. Hjalti. Fær hérna 2 mínútur dóm fyrir tripping. En Marek fekk nú ekki assisti frá sjálfum sér. Það var Andri Vik. Gunni eitthvað að fara yfir þetta með Jóa, hvað er að gera. Þeir vinna uppkastið. Gunni rólegur, finnur Orri með skotið. Gott skot sem að rata hver. Þeir eru upp í netið þannig. Þessi var að vinna uppkastið.
komum út úr svæðinu. Þarna mátið litlu munna. Jói var að finna Gunna þarna fyrir fram á markið. Þarna voru næst í fyrir hvort öðrum. Jói og Orri. Andri finnur Gunna. Gunni yfir á Orra. Orri niður á Jóa. Og SF á ná að hreinsa og ná skiptingu á kærkomna hvíld. Það er mínúta eftir að dómnum hjá SF. Dagur var hann að reyna að finna Óla Badda, gekk ekki. Það er æsing. Þá fá menn smá hvíld sem er kærkomin þegar menn eru að spila 4-5. Essa vinnur uppkastið. Atli róar þetta niður. Finnur Unnar skautar fram, gerir vel. Hann er enn með pökkinn. Niður í skot, náði ekki alveg nóg miklu kraftið þarna. Heldur áfram. Heiðar gerir vel. En Essa heldur pökknum, Atli með hann. Finnur Dag. Dagur. Óli Baddi. Sautján sekúndur eftir. Atli með fínt skot sem að Radek ver. Það eru 10 sekúndur eftir. Hvað gera þeir? Ágætis tilraun hérna hjá Essa. Og bæði leikarinn á fullskipuð. Hjalti kominn inn á. Essa með skot sem að Heiðar nær að vera fyrir. Nær að dömpa honum fram. Og SFA ná skiptingu. Barátta fyrir aftan mark heimamanna og þeir gera vel. Þeir koma pökknum frá. Andri Sverris, yfirvegaður, rólegur, kemur honum fyrir. Haffi reyndi að finna Ágúst Mána, gekk ekki. Bjössi þarna með skot sem að Alex náði að vera fyrir. Ágúst Máni var að reyna að finna Andra, gekk ekki. Björn gerir vel, býttu nú við. Það er rangstaða. Björn Róbert gerir vel hana. En því miður þá var dæmt rangstaða. 1:11 eftir af fyrsta leikluta. 2-0 fyrir Essa. Essa finnur uppkastið. Spurning hvort að Guðni dómari hafi tæklað þarna Unnar, ég veit það ekki. Essa heldur högnum. Það verður allavega hægt að kalla það checking from behind. Já. Barátta þetta milli Unnars og Hjalta. Unnar hérna fær smá byltu. Býður nú við. Er Heiðar að fá dóm? Já. Hann er mjög hissa á þessu. Ég held að þetta hefði nú verið Ævar. Þriðji dómur SFH í kvöld. 38 sekúndur eftir. Það fyrsta leikluta. Spurning hvort að SA-menn ná að gera eitthvað. Þetta var trippingdómur en ekki? Jú.
Vetur Robert eitthvað ásáttur hérna með dómarann. Jájá, það er bara að vera að fara yfir þetta. Rétt skal vera rétt. Þessa vinnur uppkastið. Orri með hann. Hann er bara með skot. Radek gerir vel. Jói aftur á Orra. Það gerir Orri. Finnur Marek. Marek, herðu. Vel varið maður. Hann náði tannina niður þetta. Hann var eins og köttur hann í markinu. Jú. Gerði virkilega vel. Það eru 15 sekundur eftir. Marek vildi fá hann. Hann á skot rétt framhjá og býttu. Orri sýndist mér ná þarna frákastinu. En Radek gerði vel í að verja. 8,8 eftir. Það er spurning hvort þessa ná einu skoti eða eru vinna hérna uppkastið. Guðni tók eftir því að markmaðurinn var ekki alveg tilbúinn. Það er eitthvað að vera að fara yfir þetta aftur. Allt klárt núna. SFO gera vel, vinna uppkastið. Ná að halda honum inni. Heyrðu! Þetta er mark! Þetta er mark! Hann pikkaði hann alveg úr lausu lofti og stoppaði hann. Þetta var virkilega vel gert. SFO unnu í raun og veru uppkastið. Ekkert í raun og veru, þeir bara gerðu það. Og virtist vera búin að ná að hreinsa. En þetta var virkilega vel gert hjá SA. Andri Mig með markið. Nýttu vel powerplay þarna. Já. Fyrsti leikrit er búinn. 3-0 fyrir SA. 3-0 fyrir gestunum.
liðsbyrni hér á Akureyri. Gefið þið gott klapp. Stjáni minn. Það er svolítið erfitt að koma tilbaka eftir þessa fegur. Heldur betur. Alltaf að vera klárt hérna. Þá hefst annan leikluti. Það bara fann enginn pökkinn hérna. Nei. Gunni gerir vel. Finnur Unnar. Finnur honum hérna. Og það er mark. Þetta þarf ekki að vera flókið. Nei. Það var Bardingur hann fyrir aftan markið og svo bara laumaði Hafið sér hann upp. Sending fyrir og mark. Viðeigandi eftir 23 sekundur og leikmannum með 23 skori. Má segja drauma endir fyrir SA í fyrstu nótu að ná að skora. Og drauma byrjun hér í annari lótu að skora strax. Þetta er fljótt að breytast. Við erum 2-0 í 4-0. Andri reynir að finna Heiðar. Það er barátta fyrir aftan markið. Marek mættur. En SFH gera virkilega vel. Þá komur hann upp. Einn dómari er búinn að kalla spila en það er flautað, það er æsing. Þessa með höknum, Dagur. Það er skot sem Einar gerir vel í að vera fyrir. Og SFH henda í skiptingu eftir æsing hérna áðan. Þessa viljum pökkinn. Dagur fann hann að Halldór sem reyndi skot. Marek fann ekki samherja. Hvað gerir SFH? Vel gert. Alex træðir sér upp með gott skot. Pökkur laus fyrir fram að markið en Marek gerir vel. Finnur Andri. Andri var að reyna að finna Heiðar. Heppnaðist næstu því. Pétur Róbert fær hérna pökkinn, var hann að þræða hann í gegn og Alex heldur pökknum og býður við, nei! Þarna mátti litlu muna, herðu, já. Þeir voru eitthvað
ósáttir þarna við hvort annan. Marek og Jerzy Gus. Ætli þið fari ekki báðir í bóksi. Sýnist það. Það er smá fundur, fyrirliðarnir kallaði til. Þeir ætlar að ráðum sínum hérna. Sæmi var eldsnöggur til að stoppa þetta. En ég sá ekki betur en að Jerzy Gus hefði kippt hann eitthvað aðeins í Marek sem brást illa við því. Guðni er væntanlega búinn að upplýsa Andra og Heiðar. Ég get ekki betur síðan að Heiðar hefði gefið merki um að það ætti að spila 5 á 5. Já, allavega eru SM-menn inn á núna 5. Mér finnst það líklegt að þeir kvitti þetta. Búið að vera heitt á milli þessara tveggja fyrr í leiknum. Já. SFA vinna uppkastið. Þetta er svona Salomonsdómur. Þeir fá hvorum sig 2 mínútna dóm fyrir röffing. Dómurinn fyrir ekki på töflu þar sem spila verið 5 á 5. Barningur. SM-menn ná ekki alveg að halda pekkinu. Jú, Andri gerir það. Hjalti mættur í pressuna, gerir vel. Heiðar er hann að koma út á svæðinu. Gengur ekki. Finnur samt samherja og þeir ná að hreinsa. Bjössi fljótur að finna Pétur. Pétur fær hérna 2 í sig. Yfir á Danna. Góð pressa hérna frá Alex. Smá svona stöðubaráttu núna. Tyler tekur enga sensa. Alex kom þarna og hann þristir bara. SM vinnur uppkastið. Gunni fær hann hérna. Kemur hann upp. Finnur Unnar virkilega vel gert. Skemmtilega gert þinn í Unnari. Var hann að þræða sér í gegn. Hann heldur ennþá paknum. Með þetta bakhönd sem hann fer framhjá. Jói kemur hún på Gunna. Finnur Orra. Orri aftur á Gunna. Fínt skot hjá Gunna. Það sem fyrr Radek flottur í markinu. Gaman að fylgjast með Rúnari hvað hann á að halda í pökkinn þótt að það veri mikil pressa á honum. Já. Mikil líkamleg snerting.
Raffi kominn á með skautanum á Gunna og reynar ekki að handa honum inn í svæðinu. Gefa þetta sín á milli. Sheldon með flott tilþrifan á bekknum, speglast þarna af kilvuna hans Jóa og Sheldon greip bara pökkinn. Spurning hvort að hann sé þá bara að hugsa sem þriðja markmaður hjá SA. Þetta er bara eins og NHL. Já. Það sem er alltaf einn upp í stúku. Já. Taylor fekk hérna pressa á sig, gerði vel að handa pökknum. Þarna fekk SFA eiginlega bara fínt færi, smá misskilningur hann hjá SA og allt í einu var Heiðar bara á auðum sjó. En Tyler vel vakandi í markinu. Það koma Marek og Jerzy Gus úr boxinu. Það gerir Björn. Þræði sig hérna skemmtilega framhjá og finnur Heiðar. Finnur aftur Björn. Kemur með Alex. Alex með gott skot. Er pökkur laus? Nei. Tyler heldur honum. Mænur eitthvað hérna að hlæja. Bergþór Bjarmi eitthvað að hlæja og klappa Heiðari. Þeir eru alltaf gamlir liðsfélagar. Heiðar uppvalinn hérna hjá SA. Gamlir liðsfélagar. Þessi var að vinna eitthvað. Já! Nei, ég held að þessi að vera inn. Dettur þarna á hliðarnetinu. Já. Unnu uppkasti, komu skoti og var það ekki Jerzy Gus sem er náðu frákastinu og óöppina skor ekki þarna. Þess að menn í smá vandræðum með að koma pökkum úr svæðinu. Náði ekki. Jerzy fann ekki samherja sinn þarna fyrir fram á markið. Marek á siglingu hérna upp. Kom hann fyrir markið og Radek gerði vel. Svaka pressa núna hjá Marek. Bakhand á dróðan hann yfir línuna. Dómararnir alveg með þetta på 10. SFA vinna uppkastið. Andri dömpar honum. Ómar nær honum. Hlutur í smá vesinni hérna. Það gerir vel. Eitthvað óákveðinn. Já. Kemur honum Andra Sverris. Það er aftur rangstaða. Andri Sverris hefði mátt vera aðeins sneggri þarna. Þess að vinnur uppkastið. Þarna kemur hann með Unnar. Þetta var flott gert hjá Unnari sem fann Jóa, sem finnur Gunna og Gunni með skot sem að Radek ver. Orðin sendingu yfir á Jóa. Þarna fekk Gunni piltu fyrir ramman. Stendur strax upp og kemur hann á samherja. Unnar, herru, þetta var nú bara ekkert.
Þetta var alls ekkert galið. Við ætlum að þræða þarna og býtum við. Björn óöpinn hann var við það að komast einn í gegn. En virkilega flott sókn á hann hjá Essa. Virtist vera fjær út. Það náður að koma pökknum fyrir markið. Og það er æsing. SFA vinni uppkastið, ná ekki að koma út úr svæðinu, það var flott hugsun í Heiðari, það var bara að reyna aftur. Þeir ná að koma út úr svæðinu, en ná ekki þetta að tengja saman. Heiðari upp á Andra, hvað gerir Andri? Marek vill fá hann, fær hann með skot, nær frákastinu. Og svo hann er svolítið að vinna með þetta. Já. Bæði að taka Seinni bylgjan og hann finnur Andra. Marek með fína vörslu. Býðum við. Fekk Pétur hérna byltu. Nei. Þetta var Dagur. Atli gerir vel. Reynir að finna þarna samherja. Óli Batti í hérna baráttunni. Atli kemur og hjálpar. En Edgar mjög yfirvegaður í vörninni. Það er hörku barátta. Herðu. Hvort þetta var bara hreinlega olnbogi andlit. Það er Taylor hjá SFA sem er að fá dóm. boarding. Nú er gaman að fylgjast með powerplayinu hjá Essa. Hvað þeir gera núna? Nýttu þau vel á þann. Vinnu uppkastið. Marek og Orra. Orri finnur Gunna. Þetta var huggulegt. Gunni í stað þess að skjóta, fann Andra og Andri allar hann að þræða hann inn en Radek vel á verði sem fyrr. Falleg slaufa sem endaði á velunum verki á markmanninu. Já, hár rétt. SFA vann uppkastið en Marek setur góða pressu. Það er hörku barátta fyrir aftan markið. Andri Mikk og Marek að berjast hérna pökkinn. En SFA gera vel. Ná næstu því að koma út úr svæðinu. Gunni finnur Marek. Annar hundur að fyrir Jóa. Og SFA ná að koma pökknum úr svæðinu og fá kærkomna skiptingu. Það tekur á að vera manni færri. Marek þræði sig hérna upp. Misti hérna pökkinn. Barningur upp við ramman. Gunni yfir á Atla. Hvað gerir Atli? Þetta var nú bara samherjans fyrir. Það var Óli Batti var fyrir. Mínúta eftir af dómi Taylors. Flott vörn hann hjá SFH. Áframheldur pressan frá Essa. Unnur með skot. Vel gert hjá Radek í markinu. SFA að henda í skiptingu. 46 sekundur eftir af dómi Taylors. SFA. Já, það er Taylor sem er í bóksinu. Já, gestirnir. Nei, heimamenninir. Já. Já. Herðu. Hvað gerir Björn?
Virkilega vel gert hjá honum. Þetta var hugguleg afgreiðsla. Hann var allt í einu þarna einn á auðum sjó og þegar menn fá svona færi þá er ekki að spyrja því. Klárar þetta vel. Vel gert hjá heimamönnum í Hafnarfirði að minnka hérna muninn, manni færri. Björn Róbert kominn á blað. Þetta var flott afgreiðsla, flott mark. 4-1. ...37 sekúndur eftir af dómnum. SFH vinna hökkinn en Marek með góða pressu. SFH halda honum, Ómar kannski búinn að koma hann á Björn Róbert. Orri kemur hérna upp. Þarna var smá misskilningur milli Mareks og Andra. Gunni róar þetta niður. Það var Gunnlaugur Guðmundsson, nr. 7 sem fekk assist hjá Birni. Já. Það eru allt í einu, nei. Marek var næstu í komin hérna í gegn. En Edgar gerði vel í vörninni. Flott spil núna hjá SFH. Alex með gott skot. Svo var Alex mættur hérna til þess að hirða frákastið ef það hefði komið. Bjössi finnur hérna Andra Sverris sem kemur honum á Pétur. Heiðar gerir vel. Hann á bara skotlaust pökkur. Þarna mátti litlu muna. Hann var mættur hérna Alex í pressuna. Óöpinn á námlingi hérna. Jersey með gott skot sem fyrir liðanettið. Annað skot. Flott pressa hérna hjá heimamönnum í Hafnarfirði. Góð skot og ná að halda pressunni eftir frákastið. Þetta er rétt að detta í yfirvinnu hjá Tyler. Já. Búinn að vera duglegur núna. Útileikmennin er aðeins að sofna hérna í öðrum leikmyndamann. Gott skot sem að Tyler ver. Það er ekki dómur, Gunni segir bara halda áfram. Gott skot. Þarna fekk Edgar kjörið marktækifæri. Var allt í einu einn öðum sjó með fínt skot. Flott pressa núna hjá Hafnarfirði. Það er barningur eftir uppkast. Nú mætast Orri og Ævar. Ævar gerir vel. Gunnar finnur Haffa. Kemur á Gunnar. Gunni með skot. Vá, þetta var gott skot. Frákast. Haffi þarna opið. Ver aftur. Þarna kom hressileg tækling frá Ævari á Jóa. Gunnar með góða tæklingu. Það er smá barátt hérna við rammann. Edgar og Orri. Haffi kemur í hjálpar. Gunni og Orra.
Þarna ætlaði Edgar að leggja hann fyrir sig, náði því ekki, en þeir heldur pucknum, fundu bara ekki samherja. Þarna var enginn. Edgar leitur núna samherja. Reyndi hérna að finna Jersey Gus, gekk ekki. Þeir ná að dömpa honum og Heiðar gerir vel. Heldur honum. Finnur samherja, það er skot. Flott varsla hjá Tyler. Ormur kemur honum á Atla. Hvað gerir Atli? Atli reyndi hann að fara framhjá, gekk ekki. Finnur Ormur með skot. Flott vörn hjá SFA. Ormur með skotamarki. Matti upp á bláu þar sem Ormur er. Ormur með skot. Það fer í kylfuna hjá Móteri og út af. Það er uppkast. Var smá barningur hérna marki SA. Búinn að færast núna yfir að marki SFA. Já, þetta er svolítið önnur mynd hérna í önnur leikluta. SA vinnur uppkasti Halldór. Skotarnir rétt framhjá. Marek gerir vel. Kemur um á bláu. Dagur finnur Halldór. Halldór með skot. Flott varsla hjá Ratek. Geggjuð varsla. Sjö og hálf eftir af öðrum leikluta. Þetta var vel gert. SA vann hann uppkastið, kom honum á Dag og hann strax með skot, en sem fyrr Ratek með allt á hreinu. SFA gera vel, koma hérna. Heiðar þræðir sér skemmtilega í gegn, kemur honum fyrir. Og býtur við! Vá! Þarna mátti litlu muna. Tvö hörku færi í sömu sókninni hjá SFA. Varið seinna skotið útispilara sýndist mér. Já. Erum við að fá æsing? Já. Þarna voru heimamenn í SFA virkilega óöfnir að minnka ekki munin. Halldór heppinn að vera kominn hann inn í rammana. Já. Fá hann í legglífuna. Elsti frasinn í bókinni, mörk breyta leikjum og SFA heldur betur fengið sjálfstressuð að skora þarna á hann. Og vilja eiginlega að það mark telli tvöfald þar sem voru manni færri. Skemmtilega búið að breyta dýnamíkinni í leiknum. Já, ég sammála því. Ævar hann með hörku skot. Þverslána. Já. Björn Róbert með henni fyrir aftan markið. Finnur samherjum á bláu. Það er skot. Tyler gerir vel. Svo við höldum áfram með frasana. Óskar, liggur ekki mark í loftinu? Jú. Það var líkt á þannig. Flott pressa en þeir ná ekki pucknum SFA. Sendingafell. Ói. Flott spil hérna hjá. Stöngin! Svei mér þá. Og býtu það liggur leikmaður SA. Hver er þetta? 28? Þetta sýnist mér að Unnar. Við fengið einhverja smá byltu. Jú. Vá.
Það er að færast einhver smá hiti núna í þetta. Jói skautar hérna rólega og yfirvegaðu. Hvað gerir hann? Heimamenn taka hressilega mótunum 3-1. Haffi kemur hann upp á bláu. Þar er Ormur yfir á Gunna. Gunni setur hann fyrir aftan markið. Það er barátt pökkinn. Smá ráðstefna. Vel gert hjá Atla sem finnur Óla Badda. Hvað gerir Óla Baddi? Nei, hann náði ekki að koma hann á matta. Hvað gerir Bergþór Bjarmi? Kemur hann á Orm. Ormur með skot hátt yfir. Bergþór Bjarmi kemur hérna. Óli Baddi til hjálpar. Við, það er flautað. Það er bara uppkast. Já, það verður að segjast að SFA voru virkilega opnir að ná ekki að skora þarna áðan. Já. Raun og veru tvisvar sinnum í leiknum að vera með opið mark. Já. Við höldum okkur bara við það. Það er liggur mark í loftinu. Já. Hörku barátta eftir þetta uppkast. Essa vinnur pökkinn. Heiðar gerir vel. Heldur pökknum vel. Kemur hún niður. Þar er Marek mættur. Þar er hörku barátta. Það finnur Halldór. Halldór fyrir markið. Falleg stýring. Já. En aftur, enn og aftur. Mjög vel gert hjá markmanninu. Svona með Radek. Marek gerir vel. Vinnur pökkinn. Var hann að finna Andra. Andri tók skot en ekki nógu gott. Edgar róar þetta niður. Næstu búinn að finna þarna samherja sinn Alex. Björn kemur hann í pressuna. Halldór kemur hann upp á Marek. Marek finnur Andra aftur á Marek. Þarna var Jerzy Gus á miðlínni. Reyndi að grípa, náði ekki að leggja hann fyrir sig. Heiðar óöfn hérna, næstu búinn að finna, náðu ekki að tengja saman hérna Heiðar og Jerzy. Ágúst þarna. Andri gerir vel. Vel gert hjá Andra, setur hann niður. Það er Pétur. Þessi fá dömpunum upp. Byttu. Flott varsla hjá Tyler. Alex með gott skot, hann var að þræða þess í gegn, maður var ekki viss hvort hann ætlaði að reyna að finna Heiðar að taka skotið. Það er æsing. 3:19 eftir af öðrum leikluta. Staðan er 4-1 fyrir SA. Þú er að flott pressa hérna hjá heimamönnum í SFA. Eða ofnir í tvígang og verið ekki búin að skora. Staðan geti hæglega verið 4-3. Já. Þessa vinnur uppkastið. Gunni setur hann hérna niður fyrir markið. Þar var Unnar. Einar setti pressu þarna á Jóa. Jói gerir vel, þræði sér skemmtilega upp. Nú koma SFA, Gunnlaugur hérna. Já, ég held að þetta hafi alveg verið hárrétt. Hann var aðeins og snöggur hann inn, hann Alex. Réttilega dæmt rangstaða. Essa vinnur uppkastið. Dagur reynir að finna Andra, gengur ekki. Dagur fær hérna pökkinn, kemur hann á Marek.
Já, þetta var líka alveg hárrétt. Heiðar var aðeins á snöggurinn. Kannski kom þetta smá hik hjá Marek hvort hann ætlaði að senda hann eða fara sjálfur inn. Ef ekki að segja þetta hafi verið rangur misskilningur þarna. Jú, mig grunar það. Líka þannig að þetta er líka óskaplega erfið staða. Þegar þú sér félagann koma bara, þetta rugglar mann svolítið. Marek alltaf jafn duglegur, vinnur pökkinn, vinnur með bláu. Gott skot, eins og fyrr, Radek. SFA reyna að koma upp, Heiðar gerir vel. Hvað ætlar hann að gera? Fær Halldór á sig upp í rammann. Alex í baráttunni, reynir að finna Heiðar. Heiðar kemur með bláu, gengur ekki. Andri Mig ætlaði að gefa hann sjálf að segja, kom hann á Halldór, Halldór yfir á Andri. Gekk ekki, þetta var flott hugsun, flott spil. Nú kemur Björn upp. Ætlar hann að taka skotið að finna samherja. Óöpinn, hann var næstu búinn að koma hann á Ævar, en Ævar nær hann engu að síður. Nú ætlar Andri að róa þetta. Kemur hann á Dag. Dagur reynir að finna Atla. Atli finnur ekki Matta. Matti setur pressu. Það er æsing, já. 1:27 eftir öðrum leikluta. Þetta er svona einhvern veginn að róast. Það er eins og menn finna þessi að koma leikli. Samt halda er fartinu svolítið vel nú. Já. Skemmtileg orka þarna. Þessa vinnur uppkastið, Atli kemur hann upp bláu, Ormur með skot sem að SFA ná að komast fyrir. Skemmtilega gert hérna hjá Matta, gert pökknum, Óli Batti heldur honum, finnur Ormur kemur, reynir að koma honum fyrir markið, fann ekki samherja. Það er æsing. Slétt mínúta eftir. Essa vinnur uppkastið, Orri kemur honum á Gunna, Gunni og Unnar með skot sem að fór þarna í breytin sem stóð fyrir fram markið. Það er dómur á SFA. Ælir leipur út af. Þeir eru orðnir 6 inn á Essa. Gunni með skot, ég held að Gunni hafi skotið. Nei, það var mark! Ég held að Gunni hafi hreinlega skotið þetta í Unnar, en Haffi nær frákastinu og skorar. Ætli Unnar fáið þá stóðsendingu? Hann bókstaflega að skauta niður. Já. Þeir nýttu þetta vel. Þetta er sterkt að ná að skora svona í lok leikhlutans. Essa komst í 3-0 í lok fyrsta leikhluta og er að komast núna í 5-1 í lok annars leikhluta. Rétt rúmar 28 sekúndur eftir af öðrum leikhluta. Það er 5-1 fyrir Essa. Það er líka sterkur leikur með Essa að nota delayed penalty og ná að skora í því. – 20 sekúndur eftir. Flott pressa þarna hjá Essa. Matti gerir vel, komur Óla Bata. Óli Bati með gott skot.
Það eru 5 eftir, náður skoti, nei, heyrðu, býttu nú við. Náður skoti, þið náðu allan að senda hann fyrir markið. Þú veist að markmaðurinn hafa bara verið heppinn að sjá hann þennan. Já. Leikluti búinn, staðan 5-1 fyrir SA. Við heyrumst aftur í 3. leikluta.
Hvað segir Kristján? Heldur að Eiki sé komin í flugvélina? Ég ætla að sé ekki bara rétt komin til Keflavíkur. Já, það getur verið. Já, hann hefur ekki fokið út á einhvers staðar á leiðinni. Já. Það er alltaf að vera klárt fyrir þriðju lotu. Þessa leiðir 5-1. Það voru skemmtilegu leikur. Já, mjög skemmtilegur og með að við munin á dýnamíkinni í fyrsta og öðrum leikluta þá held ég að allt geti gerst á þessum tíma. Já, og SFA voru í raun og veru bara mjög ofnir að ná ekki að minnka í 4-3. Já. Þetta er farið af stað, SFA vann uppkastið. Herðu, þarna fekk Jói högg. Þetta leit ekki vel út. Það er búið að lyfta hendinni. Það er dómur. Tafinn dómur. Og hver er það sem verið í bóksi? Ég sá ekki hver taklaði hann. Ég held að það hafi verið Alex nr. 22. Jú, það er verið að sækja hann. Það er... Hockey er hart sport og svona. En menn verður að vera íþróttamannlegir. Hárrétt. Nú verður gaman að sjá. SFA náðu að skora sitt mark áðan. Manni færri. Það verður gaman að sjá hvað þeir gera núna. Einhver smá reikistefna hverju ætlar að vinna á. Já, checking to the head. Sýnist mér á öllu. Já. Hvernig segir það á íslensku, Kristján? Það er frábær spurning. Frábær spurning. Orri vinnur hérna Gunna. Gunni reynar að þræða honum yfir á Marek. Hann er að hóti hann þarna. Já. SFA gerði þarna vel að verjast. Flott pressa frá Marek. Já, hann er svo vinnusamur maður. Andri reyndi þarna speglunum, gekk ekki. SFA ná ekki komin úr svæðinu. Pressan heldur áfram hjá SA. Marek missir hann út fyrir og býtu. Hver er mættur? Björn, jú. Björn gerir vel þarna. Tyler tekur enga áhættu. Þessar menn ná ekki alveg að tengja. Gunnar róar þetta bara niður. Kemur hann Atla. Atli þræðir hann. Finnur Óla. Óli aftur. Atla gekk ekki. Flott vörð hann að Taylor hjá SFA vel vakandi. Dagur þræðir síðan fram. Kemur hann á Unnar. Hvað gerir Unnar? Unnar með skot sem fer fram hjá. Það eru 28 sekúndur eftir á dómi SFA. Flott pressa þarna hjá Birni. Já, vel gert. Og Björn fær hann aftur. Þetta var huggulega gert, laglega gert hjá Birni. Það er reynd að leggja hann þarna fyrir sig með skautanum. Óöpinn þarna. Bæði lið leika núna fullskipuð. Atli hliður í skot, en Radek sem fer vel á verði.
SFA vinna uppkastið. Pökkurinn fyrir út af. Bjössi ætlaði ekkert að leyfa Alex að komast fram hjá sér. Ætlaði þið séu að ræða hvað þið ætlaði að hafa í kvöldmatinn? Nei, ætlaði hann sé ekki bara að spyrja vöruúrval í hockeybollunni. Það kemur nú ekki óvart. Hvað sé til? Já. Það ætlaði að meika mesta sensinn. Heiðar duglegur. Byttu nú við. Offside. Það er rangstæða. Ásnáða barningur. Allir kemur hann Óla Batti. Óla Batti gerir vel, þræðir sig upp. SF fyrr, Radek. Öflugur og flottur í markinu. Kannski var Óli smá hikað þarna hvort hann ætti að taka skotið eða reyna að finna Matta. Já. En Óli gerði vel að koma sér hérna í gegn. Nú dæstur á stað. Já, Einar var hérna aðeins og snöggur á stað. Það er alltaf erfitt í svona þröngu skoti þegar maður lítur upp og sér að markmaðurinn má koma sér vel fyrir. Þá er erfitt að finna gatt. Býðum við. Pökkurinn fór upp í netið þarna. Já. SFA nóg komur út á svæðinu, það finna ekki samherja. Atli fann hann Óla. Óli reyndi að finna Matta, gekk ekki. Smá hík hérna í sendingunni hjá Matta. Þá reyna þeir eftir bara. Já. Býðum við, það er dómur. Ég held að sé trippingdómur á Björn. Búið að lyfta hendinni. Ormur með fínt skot. Björn er ekki alveg sáttur með þetta. En maður deilir víst ekki við dómarann. Ég missti af hvað dómarinn sagði að það væri. Ég held að það hefði verið trippingdómur. Tripping? Já. SFA vinna uppkastið. Hjalti reynir að koma út á svæðinu. Marek alltaf svo vinnusamur. Hann er skot þarna hátt yfir. Hann finnur Jóa. Það er ómetalegt að hafa svona menn. Ómar gerði virkilega vel, náði að trufla Jóa og kemur Pökkurinn út á svæðinu. Þeir hendi skiptingu SFA. Hvað gerir Jói? Finnir þetta Marek. Marek upp á Andra. Andri kemur honum á Jóa. Það er vel gert þarna hjá Breiten á að trufla Jóa. Orri farinn hérna með skot. En hann fór í Alex og býður nú við. Vá, þetta var flott. Þetta var virkilega huggulegt hjá Gunna. Fallegt skot. Setur hann út við stöng. Gaman að segja frá því að þarna rétt yfir púðunum þar sem hann sett hann og undir höndunum út í Svíþjóð þá er þetta kallað gubbhólen. En það var rétt hjá þér, það var tripping á Björn. Já. Það er gott mark hjá Gunna.
Reyndi stöðun í 6-1. Ormur reyndi hann að finna Atla, gekk ekki. En Matti vinnur pökkinn. Kemur hann með Orm sem missir hann á Ævar. Hvað gerir Ævar? Það finnur Heiðar. Hættulegt. Heiðar á Taylor. Hvað gerir Taylor? Nei. Atli þetta með hressilega tæklingu Heiðar. Ágúst Máni gerir þetta vel. Gjör hann beint inn á bekkinn bakkurinn. Já. Var að líta hérna aðeins yfir statistíkina í deildinni og það lítur út fyrir það að hérna á topp 5 þá séu 3 af skautafélagi Hafnarfjarðar sem eru með flestar mínútur í bóksin. Já. Í deildinni. Það var spurning hérna. Við fórum hérna full brottaralega í Daniel upp fyrir rammann. Hann var ekki sáttur með þetta. Bjössi náði að finna Andra. Og býður við Ágúst Máni, hann var næstu búinn að ná honum þarna. Björn með skot. Tyler kominn hérna skemmtilega út úr markinu. Og verð þetta. Býður við Bjössi að fá dóm. Já. Ég sá nú ekki fyrir hvað. Nei. Það er húking. Það er húking. Hann fór nú út af með bros á vör. Ég held að hann var eitthvað að mótmæla þegar farið var hann í Daniel upp við rammann. En SFA þeir vinna uppkastið. Stilla þetta upp. Björn setur hann niður. Alex gerir vel. Bergþór Bjarmi Atli í tæklingu. Edgar rólegur yfir. Finnur Björn. Björn hótaði þarna skotinu stundarsakir. Þeir taka sinn tíma. Jersey Gus, hvað ætlar hann að gera? Það komur hann á Breiten sem átti ágætið skot. Taylor varði það. Leiklega skautafélagi Hafnarfjarðar. Já. Gauti Þormóðsson, þjálfari SFA væntanlega teikningu upp. Þeir gerðu vel, héldu pekkinu vel. Hvað SFA gerir núna eftir þetta leikhlé. Já. Hvað Gauti var að teikna upp. Nægur tími til stefnu, 1:20 eftir að dómnum hjá Bjössa. SA leiðir 6-1, 13:25 eftir af þriðju lotu. SA gerir vel, komur út úr svæðinu.
Breytin róar þetta niður. Björn aftur á Breytin. Náðu ekki að finna Jersey Gus þarna og fá þessi æsingdóm fyrir vikið. Og Gaut eitthvað rétt að fara yfir þetta. ...56 sekúndur eftir, það er nægur tími. Essa vinnur uppkastið, Orri rólegur, kemur hann bara hérna á Gunna. Gunni aftur á Orra. Orri dompar hann bara fram. Þetta var bara skot og mark. Já. Þeir reyna þetta aftur. Já. Orri þarna með hressilega tæklingu. Fór þarna í Edgar. Það er dómur. Vá! Þarna mátti litlu muna. Þarna mátti litlu muna. Jersey Gus óopinn þarna skor ekki. Já, mjög. Þetta hefði verið flott mark. Orri ekki sáttur með þennan dóm. Nei. Ja, charging. Já, þetta var svolítið hressileg tækling hjá Orra. Já. Þetta er svona tækling sem Orri hefði getað sleppt. Já. Nú verður spennandi að sjá. Já. SFA verða 5-3 í 24 sekúndur. Já. Þeir vinna uppkastið. Edgar með hörku skot þarna. Með aftur en Tyler Ver og Essan er að hreinsa. Kemur Björs inn á. Áður þetta 5-4 í 1,5. Björn gerir vel. Fann Breytin hérna. Breytin með ágætis skot sem að Tyler Ver. Taylor með skot sem að Tyler Ver. Þetta er svona skafti og skafti. Já. Skafti og skafti. Já. Þessa menn að reyna að ákveða hvað er ætla að vera. Þessi fá vinna uppkastið. Getur að Bert finnir Jersey Gus og hann keyrir þarna markið. Þetta var vel gert hjá honum. Heiðar var ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera, hvort hann ætlaði að sækja fram eða fara aftur í varnarsvæðið og eiginlega bara misti pökkinn en það kom ekki að sök. Heiðar gerir vel, snýr hérna og það er dómur. Það er dómur aftur. Já, ég held að þetta sé bara rétt, ég held að Heiðar hafi verið truflaður. Já. Og aftur fáum við 5-3. Áðan var það í 24 sekundur, núna er það í 42. Ég man ekki eftir að hafa séð það einu sinni að það sé hætt við dóm þegar þeir eru á leiðinni í bóksið. Já. En alltaf mótmælaðir. Alltaf, já. Ég held að það væri hárréttur dómur. Já. Tilvan hjá hérna Pétri var ansið átt upp og truflaði Heiðar þegar hann var hann að athafna sig í sóknarsvæðinu. Nú verður gaman að sjá. SFA vinna uppkastið. Edgar á Björn. Vel blokkerað. Er þetta ekki Unnar aftur? Mér sýnist það. Já. Það höfður á sama staðinn. Edgar fær hann hérna á Björn sem er skot strax.
Og þeir gera vel SFA, halda pöknum í sóknarsvæðinu. Björn Ópinn hérna, fekk hann ekki á spaðan. Taylor gerir virkilega vel og komið þarna vel út úr markinu og varði vel. Sekúnda eftir af dómnum hjá Orra. Gaman að fylgjast með Tyler í markinu. Hann hefur greinilega fengið öðruvísi, hvað segir maður, uppeldi í hockeyskólanum en flestir aðrir því að hann er með mjög sérstaka tækni. Þannig að ætluðu þeir í skiptingu en dómarinn vill örugglega meina að það sé of seint. Já. Essa vinnur uppkastið, vel gert. Þá kemur Orr inn á. Og hann bara mætti til þess að taka við sendingu þarna. Björn Róbert gerir vel að finna Heiðar. Heiðar leikur þarna skemmtilega á Orm og reyndi að finna samherja, gekk ekki. Og Essa hreinsa mínúta eða 55 sekúndur eftir að dómnum hjá Pétri. Josie Gus reynir að finna samherja, gengur ekki. Það er rangstaða. Hörku barátt í uppkastinu. Pakkurinn fyrir út af vellinum. Já. Essa vinnur. Dagur dömpar hann bara. Matti kom hann til að setja pressu. Radek yfirvegaður sem fyrr. Flott pressa hann hjá Edgar. Halldór gerir virkilega vel þarna. Já, pökkurinn helst inn á. Býðum við. Heiðar. Vá, flott varsla hjá Radek. Kannski hafði Heiðar hérna á fullmikinn tíma. Dagur kemur, reyndi þarna að setja hann upp í hornina. Bæði lið núna fullskipuð, rétt rúmar 9 mínútur eftir. Unnar hann að vinnusamur, reyndi að finna samherja fyrir fram að markið, gekk ekki. Ná ekki að hreinsa svæðið, Unnar finnur Haffi. Skemmtilega gert hjá Haffa en frábær varsla hjá Radek. Hann er búinn að eiga þar nokkra hér í kvöld. Skemmtilega gert hjá Gunna, tók hann með skautanum, vá, flott og vá! Þetta hefði verið flott mark. Upp í slánum. Já. Hvernig hérna Gunni lagði hann fyrir sig, fann Unnar sem að gerði herðu! Það eru Ómar og Unnar eitthvað ósáttir. Nei, fyrirgefðu, þetta er hann Taylor. Sóknin hann áðan, Gunni gerði svo skemmtilega vel að leggja hann fyrir sig þetta með skautanum þegar hann náði hann ekki á spaðan. Fann Unnar sem að þræddi sig skemmtilega og fann hann að Jóa sem að
átti þetta flotta skot sem fór í stöngina. Svo var smá hiti og barningu fyrir frammarkið. Já. Og Taylor og Unnar líklegast að fá tvær fyrir Ruffing. Ég sá bara ekki forvaran af þessu. Ég veit ekki hvað gekk á þarna undan. Kannski þetta bara hiti sem er búinn að krauma í smá stund. Hvað ætli dómararnir ákveði? Verður rökkast á miðju og 5 á 5 eða utan sóng? Ég held að þetta sé 5 á 5. Já. Jú, 5 á 5, hana. Þetta held ég mesta knús uppkast sem ég sé. Og allir komnir þarna. Dómararnir að gera vel, róa þetta svona skemmtilega niður, en nei, það er ennþá hiti. Já. Pressa þetta hjá Andra og Heiðar. Í hliðanetti. Maður hélt í smástund að hefði bara sungið inn. Það verið að staðfesta þessar 2 mínútur fyrir Ruffing, en það spila 5 á 5 og dómarnir fara ekki á töfluna. Hörku barátta. Heiðar að gera vel að pressa. Það er æsing. Þarna náði S ekki alveg að tengja. Smá barningur, Essa nær ekki að koma pöknum úr svæðinu. Menn ná ekki að biðna við. Þarna var Ómar allt í einu komið með pökkinn óvænt. Kemur á Gunnlaug. Þeir vel gert hjá SF að halda pökknum í sóknarsvæðinu. Það er flott pressa hjá þeim. En núna nær Essa að losa þetta. Smá misskilningur á það milli Péturs og Marek. Marek gerir vel. Þvílíkur vinnuhestur. Já. Það gerir Heiðar. Flott sending. Já, og Heiðar. Ágúst nær kylfunni rétt í skotið til að beina þessu frá. SFH eru búin að eiga flott færi í þessum leik og hefðu hæglega getað verið búin að skora nokkuð mörk. Heppnin kannski ekki alveg með þeim, eða það bara vel gert hjá SA í þessu tilfelli. Pétur Róbert þræði sig hérna fyrir aftan markið. Hvað ætlar hann að gera? Hann á skot, frákasti var sér fyrir fram á markið en SFH náði ekki pöknum þar en áfram heldur pressan. Heiðar gerir vel, Finnur Björn. Ormur verður að koma pöknum hann upp og það er æsing.
Essa vinnur uppkastið, Atli nær að koma honum út úr svæðinu en Edgar er þar mættur. Edgar finnur Jersey Gus sem náði ekki að finna samherja. Þetta var rangstæð, ég held að þetta hafi verið hárrétt. Já. Gunnar vill fá spilið flutt. SFA vinnur uppkastið. Gunnar dömpar hann niður. Fín pressa hérna á SFA. Hvað gerir Gunni? Hann þræðir hann hérna upp, finnur Unnar. Unnar reyndi að finna Gunna. Gekk ekki. Haffi mættur. Orri var hann á óöfnum á ekki að halda köknum inn í sóknarsvæðinu. Vel gert hjá Unnari, þetta var flott barátta. Hvað ætlar hann að gera? Nær hérna skoti. Haffi í baráttunni. Finna Daniel. Pétur nær honum. Skipur hann á Daniel. Það er einhver hann að hiti. Og býður nú við. Dóm fyrir tripping. Og það er hvað, trippingdómur á Andra. Já. Tyler Markmaður var nú ekki ánægður með þennan dóm. Vildi meina að hann hefði spyrað í sig SFH leikmaðurinn. Eins og ég skildi það. Herru, þá er powerplay á SFH. Flott vasslarna hjá Tyler. Já, Tyler fær sem sagt dóminn en Andri sittur hann. Já. En SA ná ekki að hreinsa pökkinn út á varnarsvæðinu. Þetta er flott pressa hjá SFH. Edgar með hann hérna. Fær hann aftur. Kemur hann á Björn. Flott hvernig ná að tengja þarna SFH. En SA nær að hreinsa og þeir ná að gera skiptingu. Þeir róa þetta aðeins niður með SFH. Gunni gerir vel. 40 sekundur eftir af dómnum. Býður nú við. Smá misskilningur hjá SFH. Matti kemst inn í þetta. Hressileg tækling frá Ómari. Ómar finnur Matti. Ný. Flott pressa hérna hjá bæði Matta og Andra í sóknarsvæðinu. Og býður nú við. Er dómur á Andra? Já.
Þetta er nú í 3. sinn í leiknum sem að SA er að lenda í því að fá þessi dóm þegar þeir eru manni færri. En í 3. sinn í leiknum þá verða SFA 5-3. Interference. Þannig í 14 sekúndur þá verða SFA 5-3. Vinna uppkastið. Edgar kemur á Björn. Björn ætla að setja hann í fjærhornið, gekk ekki. Vá, þetta var fast hjá Edgari. Nú er 5-4. Andri Mík kominn inn á. Þeir finna Björn Róbert hérna úti. Björn er ekki skotinu. Heiðar ætlaði að reyna að þræða pökknum hérna framhjá. Birni gekk ekki. Björn reyndi að finna samherja, gekk ekki, hann hélt samt pökknum. Heiðar mættir undan fyrir aftanmarkið. Kemur hann upp á Jersey, fær hann aftur. Finnur Björn hérna fyrir aftanmarkið. Þetta var flott. Björn reyndi að finna hérna Heiðar fyrir fram að markið, en gekk ekki. Og þeir missa pökkinn úr sóknarsvæðinu, þurfa að byrja aftur. Gunnlaugur dömpar honum hérna. Tyler fristir hann ekki. Gunni nær ekki að koma honum á Orra, en Orri dömpar honum hérna. Jói gerir vel. Skemmtileg gafnræðing hjá hann. Já. Óli reyndi hann að finna Halldór og þetta er dómur. Halldór hann aðeins og seinn. 4. sinn í leiknum. SA fær á sig dóm þegar þeir eru manni færri. Kannski ekki verið átt að vera að nefna þetta penalty minutes statistík hérna á hann. Já. SA er að reyna að komast á blað, sýnist mér. Heldur betur. Kallast þetta ekki bara karma? Jú. Sorry strákar. Þetta skrifast að þig? Já, þetta er það skrifast á mig. Rétt rúma 30 sekundur eftir og dómurinn hjá Andra er að klárast. Það var 4-5. Já. Og býðum nú við. Gunni er alltaf hérna einn og öðrum, sjá hvað gerir Gunni. Frábær varsla. Býttu. Já, laus þarna. Já. Markmaður er rétt ná. Já. Þetta var vel gert. Gunni kallaði, vildi fá pökkinn, fekk sendinguna. Og gerði vel, en sem fyrr Ratek flottur í markinu. Einu og hálf mínúta eftir að seinni útvísun SA. SA vinnur uppkastið. Dömpar hérna niður. Þetta er búið. Þá er það búið. Þessum leik lýkur með 6-1 sigri SA. Rétt að minna ykkur að á annað kvöld þá mætast Fjölnir og SR í Egilshöll. Og næstu leikir hjá þessum liðum eru með aðra helgi. Laugardaginn 23. nóv þá mætast SFA og SA hér. Og svo sunnudaginn 24. nóv þá mætast SA og SFA. Þá fær SA loksins heimaleik gegn SFA. Já. En eru þeir þá heima hjá sér? Er það spurning? Jú, þeir eru heima. Já. Já.
Gauti Þór Gretarsson var á myndavélinni og Erlendur Helgi Jóhannesson stýrði útsendingu. Við Óskar þökkum kærlega fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Verið þið sæl.